Og við hefum mestan áhuga á þessum sem hér fremstur vegna þess að mér sýnist glitta í gítar þarna ofan í körfu hjá þér. Þú ert að Ströndum, það ekki? Jú, ég að Ströndum. Og heitir hvað? Hörður Jónsson. Hvaðan ertu á Ströndum? Stóravík. Já, hvenær komstu hingað? Já, ég kom hérna 70. Já. Telurðu þér orðin skagamann? Nei, það nú svona valla ennþá. Já. Maður greppur norður á hverju einasta sumri, hefur gert það í 100 ár. Já. En hvað ertu með hana gítar þarna? Það fer einhverjum sögum að sönglistinni að hún sé... Já, ég hef nú eiginlega alltaf verið við það að vera landsfrægur, sko. Það? En aldrei náð, eins og með hljómsveitirnar íslensku, sko, það er alveg jaðra við að verða heimsfrægar. Já. Þú ert á sama sviði á Ströndum og Akranesi eins og hljómsveitirnar íslensku eru hér. Já. Þessar bestu. Já, ég vil ekki segja það. Já, það ekki? Heyrðu, þetta er nú svo forvitnilegt sko að sjá þennan gítar hérna í körfunni. Ég verði eiginlega að biðja þig að fórna smá tíma. Þið hafið nú sæmilegt upp úr þessu, það ekki? Þið eru orðnir mannir. Jú, já, það er nú frekar lítið, sko. Er það? Já, þetta er ágætis tímakaup, sko, ef maður er snöggur. Já, þú verður að vera það. Já, maður verður að vera það. Megum við særa þetta til að taka gítarinn? Já. Truflum hina ekki neitt, Nei. Það er líka það. Já, ég ætla hérna að fara með trillukalla. Það er nú eitt hérna, trillukall. Það er nú skip sem hefur verið svolítið í fjölmiðlunum. Skarpiði var nú tekinn hérna. Já. Og landfylgis. Það var skipi. Það er kannski að syngja eitthvað sem að sjávarútvegsráðherra bara getur... Já. Svara bara strax. Já. Það er ljómandi. Ok. Upp á Akranesi má ýmislegar stéttir sjá, allt frá sópara og niður í bæjarstjóra. Mér langar ein að minnast á, mikil eymsli hann að hjá, svo undarlegt að enn hún skuli tóra. Ég við trillu kalla á, aldrei neittir er að fá, auk þess Halldór sjarmar að þeim helgidaga. En ef þeir geta skotist út, oftast netin er í hnúð, á aðra viku eru þau að laga. Á sunnudaginn fór á sjó, sá talinn aflakló, af aðtorku hann fiskar eftir föngum. Tveir úr tannlæknanna stétt, töldum borð það hef ég frétt, og aflinn var þá uppdreginn með föngum. Kvótans maður ekki enda veit það selur hver, að illt yrði í 6 mánuða svelta, en sjálfur sílar ráðherrann, ef og sela byssu kann, Hringormsvaldinn ætti þá að elta. Ef hann hitti kannski einn, en hann sykki eins og steinn, og engin ráð til bjargar mundur hrökkva, vandast kynni málið mjög, maðurinn setti bara lög, sem banna mundu dauðum sel að sökkva. Og svo las ég það í mokkanum að þeir voru farnir að gera tilraun að flytja einn hlut af karlsennum til Japans, þar sem henni notaði svona til að örfa kynnkvöld japanskra karlmanna. Á selnum ein þó afurð aðeins brimið hana ber, í Japan fer víst þurrka hann og mylja, eftir svo sem eina skeið ákall langa þá á sjó, já, og það munum við skaga karlmenn skilja. Jæja, Hörður, þetta var hressilegt hjá þér. Já, hvað? Já, það er gull. Þetta er eins og segir í kvæðinu hérna, gormurinn í framsætinu stakk mig á besta stað. Já. Hvenær byrjaðir á þessum ósköpum? Já, það var nú eiginlega ekki fyrir en ég kom hérna að suður. Já. Þá aðeins svona, byrjaði maður svona aðalega á árshátíðin hjá Strandamönnum og svo hefur maður verið hjá hinum og þessum fyrirtækjum, skemmta. Gerur þú sjálfur texta og lög? Já, yfirleitt ger ég það. Svo stel ég nú stundum, sko, ég var einu sinni kallaði Megas Akranesi, þá stældi ég alltaf Megas. Já, náðan er þjálfi, Já, ég veit það ekki. Það er nú bara mikið, það hættir því. Já, og þú byrjar snemma á þessu, er þá sami ferskeytlur og slíkt, er það ekki þjóðlegt þarna á Ströndunum? Jú,
Það hefur svona farið lítið fyrir því, samt. Áttu einhverja sjálfslýsingu svona í lokinni eða eitthvað slíkt? Já, það er nú ekki eftir mig, en ég var kynntur hérna upp í Logalandi, þá var ég að skemmta hjá vegagerðarmönnum. Ég byggði nú Borgarfjarðarbrúna með ásamt fleirum. Já. Og hún var svona. Hörða Ströndum heiðursmann hefur verið orðað að fyrstum tvítugt hafi hann með hnífapörum borðað. Jæja, við látum þetta gott heita því að sé að þeir eru orðið verklausi félagið þínir á þessu stóra gæði. Það er nú í lagi, því að ég á nú allt mitt eftir. Það er megnið að því.